Verið velkomin í þáttinn Hin Reykjavík, ég heiti Sanna Magdalena Mörstudóttir og hjá mér í dag eru þeir Ásta Þórdís Skjaldal og Helga Hákonar. En í dag var alþjóðadagur fatlaðs fólks, 3. desember, og hvatningarverðlaun Öryrkjabandalags Íslands fór fram og PEP Ísland, Samtök fólks í fátækt, og Öspin, íþróttafélag fyrirfallaða, unnu til verðlauna og hér erum við með, hvað get ég sagt, hér erum við með fólk sem situr í þeim samtökum sem unnu til þeirra verðlauna og sem voru með dálítið svona óhefðbundnu sniði skils mér þegar þeir voru að taka á móti þeim verðlaunum. Kannski Helga, Öspin, getur hann sagt okkur frá félaginu, hvað þið eru að gera, hvað snýst félagið um? Öspin sem sagt íþróttafélag sem er án aðgreiningar, en við sérhæfum okkur í þjónustu fyrir fatlaða og inn til okkar, við tökum á móti öllum, alveg sama hvort sem þeir eru komnir með fötlunargreiningu eða ekki og jafnvel bara ADHD eða kvíða eða hafa lent í, geta af einhverjum orsökum ekki verið í venjulegu íþróttafélagi. Að þá koma þau inn til okkar, hvort sem það er í stuttan tíma og fá uppbyggingu hjá okkur eða halda áfram hjá okkur. Og við stöndum undir þeirri trú að allir geti stundað íþróttir. Og ég hef séð það með hinu augum. Það er alveg ótrúlegsta fólk sem hélt að gæti það ekki, en getur það. Og við erum orðin 40 ára, áttum 40 ára afmæli núna í maí. Erum samt alveg merkilega lítið þekkt og erum lítið félag, en já, við erum samt að stækka, það eru hjá okkur 8 íþróttagreinar eins og er, en ég get sagt frá því að við erum að fara að byrja með nýja íþróttagrein sem að Íslendingar þekki ekki og hafa aldrei nokkurn tímann prófað. Og það er mjög spennandi, við erum að byrja með íþróttagrein sem heitir Showdown, er sérhannað fyrir blinda og sjónskerta og þetta er basically eins og þithokkí og borðtennis samblanda fyrir blinda. Þeir sem ekki eru blindir geta spilað þetta, að vísu ekki heyrnarlausir, því miður, en þú þarf bara að vera með svona grímu fyrir augunum og þú þarf að hlusta eftir hljóðinu og ég klakka rosalega mikið til að prófa. Áhugavert, en af hverju var þörf á þessu félagi? Var sem sagt, íþróttafélaginu voru það ekki að taka á móti fjölbreytileika mannlífsins eða? Þetta var upprunalega stofnað af honum Olla í samstarfi við foreldrafélag Klettaskóla sem að þá hét Öskjuhlíðarskóli og íþróttasambands fatlaðra og Olli sem sagt sjálfur á 2 fötluð börn og bjó í Vestmannum og flytur til Reykjavíkur og er að leita að úrræði fyrir sín börn og finnur ekki. Þannig hann endar með því að stofna þetta félag 18. maí 1980 á Þingvöll og já, félagið hefur vaxið og dafnað síðan. Hann var formaður og bara drifkraftur félagsins í 38 ár. Ég er búin að vera formaður núna í 2,5 ár og þetta er krefjandi, þetta er rosalega gaman og bara sjá krakkana blómstra og í rauninni, það er ekki opinberlega yfirlýsingin okkar en við erum í rauninni samfélagi líka og erum svolítið svona félagsskapur og félagsmiðstöð, þannig sé líka, því að krakkarnir okkar og ég sjálf dóttur sem æfir með Öspinni, þess vegna kem ég inn í Öspina og byrja rólega. Hún á vini á sínum forsendum í félaginu. Hún mætir stundum æfingu og virkilega nennir engu og er bara að kjafta. Og mér finnst það bara allt í lagi. Af því þarna á hún vini, þarna líður henni vel, þarna blómstrar hún. Við gerum ýmislegt saman. Krakkarnir fara saman út að borða, það er ykkur á afmæli að það haldi upp á afmæli sitt og það hópnum er boðið á hamborgarafabrikuna eða aðra slíka staði, eða í Keilu, við fyrir saman í bíó, við fyrir í æfingabúðir, við keppum erlendis. Hópurinn er rosalega samstiltur og bara það sem mér svo fallegt við þetta er það skiptir engu máli með hvað fötlun þú ert. Það eru allir jafn velkomnir. Hversu mikið eða hversu lítið þú ert fatlaður, þeim er alveg sama. Og þeim er alveg sama hvort þú áttir erfiðan dag eða hvort þú áttir góðan dag, hvort þú ert rík, hvort þú ert fátæk, hvort þú ert háttsettur í þjóðfélaginu, hvort þú ert þekktur eða ekki. Það eru allir jafnir, það eru allir jafn velkomnir og hjá okkur líður langflestum mjög vel.
og mér finnst það svo æðislegt. Þannig að félagið mitt í rauninni miklu meira eldur en bara íþróttafélag. Þannig að það ekkert einfalt að lýsa okkur. Það er gott að heyra á þessu félagi. En Ásta, hvaða flokki vann Pepp til verðlauna? Það ekki félagasamtaka? Já, eitthvað þannig sem að það var svona hvatningaverðlaun og það þá verið að í rauninni segja að þið séum með svona hvetjandi samstarf og valdablandi. Já, við erum náttúrulega að vinna fyrir þá sem að búa við fátækt og eða félagsleginnar. Það er það sem okkar starf snýst um. Og við erum annars vegar að berjast gegn fátækt með því að láta vinna með yfirvöldum að ákvarðanatöku sem kemur að málefnum fólks í fátækt. Við erum að virku notendasamráði til dæmis með Reykjavíkurborg og það gengur mjög vel og við erum að reyna að vera rödd fólks í fátækt út í samfélagið, ljá þeim rödd og ekki bara með því að tala fyrir þau, stundum þarf þessu, en líka með því að valdefla fólk úr fátækt til þess að tala fyrir hand sjálfra sín. Þannig að það sé ekki alltaf við að tala fyrir þau að þau fái líka rödd út í samfélagi. Því að ef það er ekki virk grasrót, hvernig vitið þið þá raunverulega hvað hentar þessum hópi? Það er sem skiptir máli að fólk eigi möguleika á að það sé hlustað og fólk gefur sig grein fyrir því að það getur ekki alltaf einhver annar ákveð fyrir þess hönd hvað hentar. Líka að fólk svona treysti sér til að koma sér sjálft af stað og valdeflist í eitthvað sem það finnur að hafa svona jákvæð áhrif á sitt líf. Eitt af því sem að skiptir mestu máli hjá okkur, það er jafningjafræðsla. Það er að fólk mæti skilningi á þeim stað sem það er statt á og það gerur ekki nema að þú hafir einhverja reynslu til að byggja á sjálfur. Og þess vegna skiptir það svo miklu máli að fólk getur komið hingað vegna þess að við höfum öll mjög svipaða, ef ekki sömu reynslu að baki. Þannig að þú mætir skilningi. Stundum getum við gefið ráð út frá því að við erum búin að ganga í gegnum eitthvað sem við höfum lært af reynslunni. En fólk kemur á eigin forsendum og vinnur með okkur. Við erum með sjálfboðaliða hóp og við erum stundum að taka þátt í verkefnum í samvinnu við önnur Evrópulönd og það er bara svo margt sem er í gangi sem er erfitt að telja það allt upp, en aðalmarkmið okkar í Peppinu eru valdeflingi. Og ekki má gleyma því að það vil svo skemmtilega til að ég er líka í Peppinu og er peppari og búin að vera það í mörg ár. Þannig að mér fannst ég vinna tvöfalt í gerð. Já, þú gerði það. Takk. Ja, og svo hef ég náttúrulega verið í fallara geirunum líka. Ég fyrir form þær Sjálfsbjörgar og höfuðborgarsvæðinu. Þannig að við tengjumst, við erum búin að tengjast ansi mikið síðastliðin 22 ár eða svo. Ja. Og það sem ég ætlaði að nefna var það að við höfum líka aðalega ástæðareyndar í því að fylgja fólki ef því að er að fara í erfiðar aðstæður og erfið viðtöl og annað slíkt. Að þá bjóðum við upp á að mæta sem stuðningur, hvort sem það er að sitja við hliðina á einhverjum og segja ekki orð eða aðstoða manneskjuna við sem á erfitt með að tjá sig eða þekkir ekki úrræðin sem er í búið. Það er eitthvað sem að mér finnst mjög mikilvægt nefnilega líka hjá okkur í Peppinu. Og sem sagt að veldur stundur smá misskilningi að við erum ekki hjálparstarf. Þannig að við erum ekki ekki hægt að sækja jólaaðstoð eða sækja neitt slíkt hjá okkur. Við erum hins vegar baráttu samtök, en við tökum þátt í að sporna gegn matarsóun. Þannig að við höfum verið að fá gefins mat sem að við höfum síðan að elda úr og bjóða upp á í starfinni okkur og við höfum verið með ókeypis kaffihús og núna vegna COVID þá erum við bara með lokað og kaffihúsið er bara ekki opið. Þannig að við erum ekki að elda úr mat eða bjóða upp á kaffi og meðlæti á staðnum. Þannig að það sem að við fáum, sem við annars værum að nýta hér á staðnum, það erum við núna að setja í innkaupakerrur og setja fram í göngugötuna. Og
það eitthvað sem við erum mjög stolt af vegna þess að við leggjum alltaf áherslu á að skila fólki vistninni tilbaka og með því að setja þetta í innkaupakerfi fram að þá erum við að opna á það að fólkið nýtir sér það, ekki bara þeir sem eru fátækir. Og leið og aðrir fara að nýta sér þetta, að þá erum við búin að taka stigmað af því. Þá ert ekki lengur stimplað fátækur bara fyrir það eitt að vera að skemmt matarsóun og nýta þér eitthvað sem annars væri hent. Þannig að, en við ætlum að gera þetta núna út þennan mánuð og við erum með væntingar til þess að starfi fari í annan farveg í janúar. Þannig að við vitum að neyðin mikil eins og staðan núna. Það er gríðarleg fátækt núna. Það eru miklu fleiri sem eru í erfiðleikum og það bitnar rosalega mikið á okkar skjólstæðingum. Þannig að við viljum létta undir með þeim eins og hægt eins og og reynum við að setja allt sem við fáum fram. Hópurinn fyrir líka stöðugt stækkandi, þannig að fólk að missa vinnuna í gríðarverku vegna COVID og líka vegna þess að síðan síðan COVID byrjaði, það er svo rosalega margt að hækka. Við höfum tekið rosalegum mun á matarkörfunni og hlutum, pluss það náttúrulega líka má ekki gleyma því að núna þurfa allir að kaupa grímur og sprit. Og það náttúrulega aukakostnaður fyrir alla og það er einstaklega erfitt fyrir okkar hóp og í okkar hóp náttúrulega rosalega mikið af fólki sem er með margir, ekki mikið alvöru nafn og sem glíma við það að þurfa að kaupa, eru með þessi undirliggjandi sjúkdóma, þannig að það er alveg ekstra mikilvægt fyrir þá að vera með grímur og sprita vel eða eru jafnvel heima í sjálfskipaðri sóttkví og þurfa þar leiðandi að láta senda sér maturur heim og það er bara dýrara, mun dýrara. Þannig að okkar hópur bara því miður í verri stöðu í dag heldur en hann var. Margt fólk hefur fundið fyrir þessu sem hefur þurft að fara nokkrum sinnum í sóttkví eða með börn sín, heilu fjölskyldunar í sóttkví og þá þarf fólk að panta af netinu, það lítið dýrara. Það er praktist að geta það og við erum mjög þakklát fyrir að það hægt en það aðeins dýrara og okkar hóp munar svo rosalega mikið þetta. Og ekki gleyma því að nú ég búin að vera með mína dóttur í sóttkví sem unglingur og þar landið fekk ekki fara í skólan eða annað og var heima allan daginn. Og ég ætla ekki eins og að reyna að segja ykkur sem mikið meira hún borðaði þar á leiðandi og heima borðandi allan daginn og ef unglingum sérstaklega, ég held að unglingar séu sérstaklega slæmri í því en leiðist þá svolítið farið í skápana og ískápinn og það bara ósjálfrátt dýrara þar á leiðandi. Og það kostar að vera með afþreyingu fyrir börnin í sóttkví og það takmarka hvað það getur gert hvað sem ekki kostar og sérstaklega því þau eru á samfélagsmiðlum, þau bera sig saman við önnur börn. Þannig að En núna er talað að gjaldskrárhækkanir sveitarfélaga muni taka gildi núna næstu áramót þar sem allt að fara að hækka í takt við þróun vísitölu neysluverðs í mannaldri hvað þetta heitir. Í takt við bara miðað við hvernig verðbólgan sé að hækka og hvað allt sé að hækka þá muni svona verðskrár hækka í takt við það. En svo hugsa maður byrjum við, en eru lægstu tekjur í samfélaginu að hækka út frá því? Við vitum að það er margt fólk í samfélaginu sem undir þessum tekjuviðmiðum til að byrja með og svo hækka tekjur þeirra ekkert í samræmi við þessa þróun vísitölunar, svo samkvæmt minni bestu vitund. Þannig að hvernig að því að tala að matarverð að hækka og grímur og þú talar um afþreyingu og svo eru jólin að koma og þá kannski vilja fjölskyldur leigja einhverja mynd í sjónvarpinu eða hvernig sem þetta virkar allt saman og þannig að hvernig kannski sjáu þeir fram á stöðuna í þessum svona hópum sem að þeir eru í miklum samskiptum við og þekkið sjálfar inn á. Hún náttúrulega bara að versna. Við vitum af bara ótrúlega mörgum sem að kvíða jólunum alveg gríðarlega, ná ekki að finna til eða tilhlökkunar af því að þau vita bara ekki hvernig þau að fara þessu. Og ekki má gleyma sístakandi hópnum sem vilja þá leið að taka sitt eigið líf. Bara margir hverjir hreinlega að kvíða fyrir
Framundan, þú veist, ég meina, það bara staðreynd að jólin sá tími, bara rétt fyrir jólin og jólin sá tími þegar maður hefur verið einna hæst sjálfsvígstíðni á Íslandi og það á eftir að vera ennþá verra núna. Ég veit að tölurnar eru mikið hærri þar sem af á þessu ári heldur en venjulegar. Þannig að það eitt sem okkur finnst alveg skelfilegt. Við eigum okkur alveg yndislegan skjólstæðing sem við höldum mikið upp á, við erum búin að vera að fara svolítið til. Og var mikið hjá okkur í sumar og viðkomandi talar að það sé nú eiginlega bara kominn tíma á hann fara að deyja. Og okkur finnst það bara sorglegur en tárum taki. Alveg yndislegur einstaklingur en bara búin að eiga erfið ævi. Já, og búin að eiga mjög erfitt og svo sagði hann núna þegar ég hitt hann síðast að nú áramótin að koma, tekjurnar mínar hækka ég man ekki hvað hann sagði 3% eða 3,6%, man ekki hvort það var. En allt annað að hækka sko miklu hærri prósentur. Og svo sagði hann sko, ég meina að 3,6% hækkun af engu náttúrulega ekkert. Ef hann væri hins vegar með mun hærri ráðstöfunartekjur og þær var hækkun 3%, þá kannski myndi það hafa meira að segja. Og hann sagði bara, ef ég hefði ykkur ekki, þá hefði ég ekki neitt og þá borðaði ég ekki 70% mánaðarins að minnstakosti. Og hann ekki einstaklingur, hann einmitt í sjálfskipaðri sóttkví og hann ekki einstaklingur sem getur þarlandi leita sér aðstoðar annars staðar. Þannig að hvað verður hann? Ég miklar áhyggjur á honum. Já, og fleiri í hans stöðu. Hann getur ekki farið einn út eins og staðinu núna. Nei. Og hann á engan að. Hann ekki eins og hann fyrir að fara niður, hann býr á 3. hæð, að fara niður á 1. hæð og sækja póstinn sinn, hann treystir sér ekki einu sinni í það. En hvað getum við gert sem samfélag? Þurfum við ekki bara að banka upp á hjálpum sem að búa einir, dvelja einir og bara tryggja að það sé í lagi með fólk, að það sé bara nærsamfélagi, sveitarfélagin, að það verði bara velferðarsvið sveitarfélaga sem bara tryggja það svo þú veist, þetta svo vont að því það líka svo erfitt að vill enginn axla ábyrgð á því að fara og banka upp á og hvað ef að maður óvart bar með sér smitt. Já. Það líka svo, gerir þetta svo ofboðslega erfitt. Og svo það fólki sem í þeirri stöðu að það skammar sín svo rosalega mikið og þorir ekki að viðurkenna stöðuna sína, eða vill ekki viðurkenna sig í alveg svona mikið slæmt. Við höfum svolítið orðið vör við það hér að eldra fólkið okkar að það sko býr ennþá yfir þessari gríðarlegu skömm, þessari gömlu sko tilfinningu að ef þú býr við fátækt þá eitthvað af hjá þér. Við erum búin að vera að vinna að því núna í nokkur ár að skila skömminni. Fátækt afleiðing af pólitískum ákvörðunum og skömmin verður að skila henni tilbaka þangað sem hún á heima. Sem að sko til stjórnvalda. En eldra fólkið okkar, það býr ennþá yfir þessari gríðarlegu skömm, þannig að þá sjálfsagt sem við fáum að heyra frá þeim hver raunveruleg staða þeirra að þá bara bresta þau í grát og brotna niður fyrir framan. Þannig að það mjög erfið tilfinning. Fólk sem búið að eiga langa ævi að þurfa að standa í þessu á loka árum ævisinnar. Það bara mjög erfitt. Og maður ekki að fara að opna sig fyrir hverjum sem ef maður býst ekki við því einhverju hjálpum manni þegar að búa að feila, manni feila í mörg ár og enginn hefur verið til staðar. Og jafnvel þín fyrstu viðbrögð eru jafnvel þau að nei, ég þarf enga hjálp. Staðan ekki svona slæm hjá mér. Þó þú sjáir tóma skápana á bakvið viðkomandi og veist að ekkert til. Það bara, þú getur ekki viðurkennt, það getur ekki horfst í augu við að staðan sé í alveg svona slæm eða skammar sín það mikið að það veit að staðan svona en það vill ekki að þú vitir þó að viðkomandi viti að þú ert að náttúrulega hjálpa. Þannig að þetta erfið staða og við þurfum allt samfélagið til þess að standa saman vegna þess að það ástæða fyrir því að þessi hópar eru kallað jaðarhópar. Þeir eru í jaðrinum á samfélagið. Og eina leiðin til að breyta því að samfélagið skapi rými fyrir þessa hópa að standa með inn í samfélaginu.
Og til þess þá þarf fólk að opna augun og kynna sér hver raunveruleg staðan í samfélaginu, opna rými, taka sér stöðu með þessum hópi. Og þá fyrst náum við til stjórnvalda. Því að meðan við erum jaðarhópur, þá svolítið þetta að horfa fram hjá okkur og svona bæja þessu frá sér, já, þú veist, öryrkjar eru allir bótasvindlarar upp til hópa og allt hvað það sem að ráðandi öfl nota til þess að slá ryki í augu almennings. Tali nú ekki þegar að koma svona frá ráðandi mönnum eins og honum daginn, sem að heldur því fram að öryrkjar séu stigvaxandi og þvílík fjölgun, veldisvaxtur, já, enn verra, sem náttúrulega bara algjör kjaftaði og búið að sýna fram á með rannsóknum. Auðvitað er öryrkjum að fjölga, en það er bara í takt við fjölgun Íslendinga. Þannig að öryrkjar ekkert stærri hópur af Íslendingum heldur en þeir voru. Að vísu ger ég ráð fyrir að það muni aukast heilmikið í hópi öryrkja á næsta ári, vegna þess að það eru einstaklingarnir sem eru að kljást við eftir COVID og reyndar vantanlega að byrja sem endurhæfingarlífeyrir og svo jafnvel enda á örorku, einhver af þeim. Atvinnuleysi að sjálfsögðu aukast, það er náttúrulega bara allar að missa vinnuna, fyrirtæki eru loka og annað. Þannig að svona hræðslu áróður skemmir rosalega fyrir okkur. Ótrúlega, þetta er svo ljótt. Já. Og að ég tali nú ekki þá sem að, fyrsta lagi eru sumir sem halda í alvörinu þegar við erum að tala hversu mikið við fáum inn á mánuði, hverja tekjurnar, bara það sem við fáum eftir skatta, að það er svo rosalega margir sem halda að það sé ráðstöfunartekjurnar. En fatt ekki að þú ert kannski að fá 217.000 og þá dettur að borga húsaleiguna og þú dettur að borga rafmagn og hita og allt þetta. En þeir halda hins vegar 217 krónuna séu það sem út eftir til að eyða og leikar fyrir eða ráðstöfunartekjur sem þetta er mánuðis. Og svo náttúrulega líka, það er ótrúlega stór hópur sem á þeirri skoðun að öryrkjar og ellilífeyrisþegar eigi í rauninni bara að lepja dauðan og skel og fá, að þetta séu nú bætur og við erum náðar sem við að fá til þess að við getum skriftað. Og ótrúlega stór hópur líka sem að þegar við tala fólk í fátækt. Ef þú ert að glíma við fátækt eða blankheit, þú ert kannski, segjum svo einstæðmóðir með 2 börn og ert í háskólanámi og þú ert með gríðarlega lágar tekjur, það er bara þannig. Lín er ekki að láta það hafa neina svakalegar upphæðir. Ef þú ert á því í 2-3 ár, það er svolítið stór munur á því og að vera á því í 10, 15, 20 ár. Algjörlega. Og námsmaðurinn fær aðeins meiri skilning heldur nokkuð tíman við hinn. Við sem erum í öryrkjahópnum. Og mér þykir rosalega sorglegt að ef ég horfi til dæmis á dóttur mína sem er öryrki og mun vera það sem alla sín ævi, að horfa á hana og vita til þess að það er fólk þarna úti. Það er svona mikið fallar einstaklingur sem getur ekki bjarga sér og ekki fengið sér vinnu eða annað slíkt. Hún vinnur á vöndum vinnustað. Að hún mun aldrei eiga tækifæri til þess að ná sér inn innan tekjur og fólk horfir á hana og finnst það í alvörunni sjálfsagt og hún sé að fá þetta lítið á mánuði og muni gera það sem heitir ræfinar og lifa langt undir fátæktarmörkum alla sín ævi. Ég næ ekki svona, mér finnst þetta svo furðulegt að fólk skuli í alvörunni geta hugsað svona og skuli í alvörunni standi þeirri meiningu að þetta sé ekki svona slæmt þegar það er það raunverulega. Og til dæmis þá var ég að ræða fyrir ekkert svo löngu síðan það ef við myndum lendi því að eitthvað kæmi fyrir mig og hún erfir mig. Ef að dætur mínar erfa mig, við myndum segja sem svo að þær fengi sig ykkur á milljónina, af því nú er ég líftryggð. Ef að þær fengi sig ykkur á milljónina, að önnur dóttirinn hún eyðaði í þessum heldur saman í bingókúlur. Að meðan ríkið tekur það af henni. Af því hún er öryrki og þá fær hún inn tekjur og þá lækka hennar. Þá var bara tekið af henni. Já, þá koma inn skerðingar í staðinn og þannig að í rauninni líftryggingin mín færi bara til ríkisins. Og ef hún væri kannski að leigja einhvers staðar og verið með sérstakann húsnæðisstuðning, þá var hún alltaf með hærri leigu, af því hún hefði ekki eins og háar tekjur sem að hún gerði ekki ráð fyrir, af því að mamma hennar dó. Já. Og ég með svona dæmi því að vinkona mín lendir í því að barnsfaðir hennar deyr og börnin hennar erfðu föður sinn og hennar tekjur minnkuðu. Ekki bara barnanna, heldur hennar líka þegar börnin búa heima hjá mömmu sinni. Þannig að það er svo ofboðslega margt skrítið í þessu kerfi og skerðingarnar þeir eru alltaf refsað, ekki bara fyrir að reyna að bjarga þér, heldur líka í svona tilfellum eins og hún er að segja þar sem að þú ert lögerfingi. Að
það alltaf verið að taka af þér einhvers staðar og svo þessi umræða sem að kemur frá sko ráðandi afli í samfélaginu að þú veist afætur og aumingjaskapur og þetta allt saman. Þannig að það ekkert skrítið þó fólk brotni undan þessum þrýstingi, þó fólk sé með skakkar sjálfsmynd og brotna. Það í sjálfu sér ekkert skrítið. Það finnst þú ekki eiga tilverulega? Nei. Og það eitt af því sem að vegna þessa, því að hér fólk sem að þekkir þessa stöðu samfélagsins. Og þá það eitt sem að við leggjum mikla áherslu á, það að fólki finnst það velkomið hér hjá okkur. Að það sé ekki verið að líta það hornið að tala niður til þess, því sé bara mælt á jafningi grundvelli og við okkar markmið að vera svona svolítið miðstöð fólks í fátækt og félagslegri einangrun, að hér líði fólki vel. Ég hef líka heyrt að þegar fólk metið sem sagt á örorku að þá upplifa það stundum svona já, nú ger ég ekki neitt, nú get ég ekki sagt að ég sé þetta, þú veist, nú get ég ekki skilgreint mig út frá vinnu minni, nú get ég ekki sagt, þú veist, þegar fólk spyr, já, hvað ertu að gera núna? Þá bara eitthvað svona, já, ég á milli starfa, ég heima núna, þú veist, við skilgreinum okkur. Það skömm að segja að þú sitt öryrki og það fylgir bara í, þú veist, hluti af mannlegri reisn að gefa til kynna að þú sért eitthvað og þá starfstitillinn yfirleitt svolítið það sem þú svona markeraði með að ég skrifstofumaður, ég þú veist, kennari, þú veist, og svo leið þú hefur það ekki lengur að þá, þú veist, ef það svona hnekkir fyrir þitt sjálfsálit og hvernig bara heimurinn bregst við þér. En þetta mikil vinna að díla við sko fordómafulla alþingismenn sem gera lítið úr hverjum einasta degi, skerðingar, láta tekjurnar duga, skilja tekjuáætlun, þetta bara full vinna, 200% vinna, ef maður ætti að fara einhver svona skilgreiningar. Í rauninni og það sem að mér finnst líka svo rosalega undarlegt að nú ég búin að þurfa að díla við Tryggingastofnun ansi lengi, dóttir mín orðin 23 ára gömul og ég semst erfði örorkuna frá henni, hún byrjar sóttigefið, þannig að þetta ekki, við erum ekki hinn áttina, að þegar þú ferð í Tryggingastofnun, þú talar kannski við 5 ráðgjafa, þú fær mismunandi svör frá öllum og jafnvel ekkert þeirra rétt. Þér ekki gefnar upplýsingar en það sem þú ert rétt á, þú þarft að komast að því einhvers staðar annars staðar. Jafnvel þó þú spurðir. Og pappíramagnið og flóðið sem þú þarft að skila inn alveg með ólíkindum. Ég skilaði inn fyrir dóttur mína vegna örorku inn til Tryggingastofnunar og ég ætti að þurfti að sækja annað líka fyrir hana. Og myndi eftir að taka afrit af því öllu það ekki týnst í meðferðum hjá þeim. Ekki bara það, heldur að mér var sagt, ég þurfti að útvega alla pappírana upp og nýtt í frumriti af því þeir máttu ekki taka ljósrit og fara með því verið næsta herbyggi. Það máttu ekki nota sömu pappírana og ég skilaði inn fyrir örorkuna í hitt, þannig að það sikur deildin og þeir með ekki fara með pappírana á milli og þeir máttu ekki rétta með pappírana tilbaka þannig ég tekki ljósrit að þeim og afhendi báðum, heldur þurfti báður að fá frumrit. Þarna misti ég gjörsamlega andlitið og ég bara, þvílík önnur þvæl og vesenni við að útvega alla þessa pappíra. Tala nú ekki það að dóttir mín, þrátt fyrir sína miklu fallanir, að ég þarf að fara með hana á 2 til 4 ára fresti og sanna að hún sé ennþá fötluð. Hún ekkert að, hún vaknar ekki einn daginn heilbrigð. Hversu margir ætli sé öryrkjar í dag vegna álags sem að stjórnmálafólki segir fólki að þú veist. Það eitt og það var mín fyrsta hugsun núna í þessu nýja upplöpi ákveðins aðila að sko við erum að framleiða öryrkja. Samfélagið eins og það núna með þessum stjórnvöldum og þeirra ákvörðunum, við erum að framleiða öryrkja framtíðarinnar. Og á sama tíma, sömu menn og eru að ákveða og búa til þessa framtíð og þessa öryrkja framtíðarinnar, að þeir eru að agnúast og skammast yfir því á sama tíma og gera lítið úr. Bæði þeim sem eru öryrkjar í dag og þeim sem verða öryrkjar í framtíðinni. Stærsti hópur þeirra sem nýgengnu öryrkja eru konur komnar yfir 50 sem hafa verið láglaunastörfum alla sína tíð og eru útbrunnar.
Og svo erum við bara láglaunastörfum á sama tíma í umönnun bara með alla ættina oft. Jafnvel í 2, 3, 4 störfum. Já. Og sjá heimilið. Þú veist, það sko, við þurfum líka konur að fara að setja svolítið stopp og skila ábyrgðinni aftur til kerfisins. Við getum ekki tekið, þú veist, séð alla og klárað heilsuna á stuttum tíma á þennan hátt. Það gengur ekki. En kerfið stóla bara allt of oft á það. Ef þú ert með fatlaðan einstakling inn á heimilinu, þá stóla kerfið bara allt of oft á það að þú sért að sinna honum og hann þurfi bara enga aðra þjónustu því þú ert að sinna honum. En þú færð ekki borga fyrir það og þú færð ekki breyk eða neitt slíkt. Það er akkurat það sem ég ætla að segja. Það er hópurinn sem er í þessari stöðu. Og nú er dóttir mín á biðlista eftir búsetu og komast í sitt eigið húsnæði. Hún er 23 ára, ég gerir mér enga vonir að hún fái húsnæði næstu árin. Og ég veit einstaklinga sem eru, sko, það ekki persónulega, einn einstakling sem orðinn 31 árs og hann býr ennþá heima í foreldrum sínum og mamma hans bara hætt að vinna og hún bara getur ekki meir. Þetta þú veist, aðstoðin sem hún á að vera að fá, hún bara ekki til staðar. Það bara ætlast til þess að fólk taki á sig þetta, það á bara að gera þetta, þangað til að bara, það ekkert eftir andlegri en ég líkamlegri heilsu. Já, í staðan fyrir að styðja við einstaklingin þannig að foreldrin nái líka að halda heilsunni. Þannig að Já, þetta á sko sérstaklega við líka þegar foreldrar eru hafa skilið að lögheimilisaðili verður oft bara umönnunar aðilinn með ákveðnum greini og ef, sko, þú veist, þannig tvíþættur vandi, annars vegar, þú veist, þá lendir þetta bara á einum aðila og kerfið kemur ekkert inn í það kemur stundu fyrir. En svo í þeim tilfellum þar sem að hitt foreldrið vill koma inn í, að þá það bara, já nei, þú ert ekki lögheimilisforeldri og þá hefur sá einstaklingur ekki sama aðgang að kerfinu til þess að sinna sínu barni og vera að rekast í málum fyrir sitt barn. Þannig að það þarf einhvern veginn að stokka þetta upp og fara að horfa meira á einstaklingi út frá bara sáttmála Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. Á ekki líka eftir að staðfesta, eða þú veist, ekki búið að lögfesta, eða hvernig sem það orðað þetta. Það búið eitthvað að taka hann upp en ekki ganga alla leið. Já. Og svo náttúrulega líka má ekki gleyma því núna í COVID og þá ennþá fleiri foreldrar sem að kikna sem eiga fötluð börn. En þess að barnið þeirra kannski lendir í því að skólinn lokar eða vinnustæðurinn lokar eða úrræðin sem þau eru í loka. Á tímabili þá var ég með dóttur mína heima 24/7 í langan tíma því að vinnustæðurinn lokaði og skammtímavistunin lokaði allt út á COVID. Og allir foreldrarnir sem að lenda þar lendi í því að þurfa bara að vera heima og sjá barnið sitt því að barnið getur ekki veitt heima. Sótt vinnu og fengið tekjur. Já, missir jafnvel vinnuna ef það er ekki með skilningsríka yfirmenn. Því að sko, það er bara staðrind ef að krakki komin yfir 15 ára að þá fær foreldrar ekki einu sinni veikindadagabass. Þannig að það bara, aumingi þú. Þú valdir eignast þetta barn. Sko, þú bara sjá það. Ég get alveg lofa því þá sem fyrir að ég sé mjög þakklátt fyrir eigana dóttur mína og þykja alveg einstaklega vænt hana og elska hana út á lífinu og hef lært rosalega mikið af henni og bara virkilega þakklátt fyrir hana. Það valdi ég mér það ekki eignast fatlað barn. Það var ekki planið. Nei, en það sko markmið samfélagsins að það sé samtrygging. Og samtryggingin þýðir í raun og veru að það sé komið til móts við fjölbreytileika. Því fatlað fólk er ekki fólk með skort á einhverju. Það bara sýnir fjölbreytileika mannlífsins. Að við erum alls konar. Fatlað fólk er alls ekki eins. Nei, og það á ekki að vera erfiðar að lifa lífinu ef maður er með fötlun. Það á ekki að vera erfiðar að lifa lífinu ef maður er, þú veist, 1 foreldri á heimilinu en ekki 2. Eða þú veist, samfélagið á að geta tekið á móti því að við séum alls konar fjölskyldur með alls konar börn og fjölbreytt börn, skilur. Þú veist, það á að vera
já, ok, kom þetta upp á, herðu, við bara aðlögum okkur að því, ekki bara, ó nei, herðu, samfélagið okkar á 2020 gerir bara ekki ráð fyrir svona aðstæðum, bara gangi við, bye bye. Þú passar ekki í kassan. Einmitt. Það úti. Já, ég myndi líka vilja sjá fleiri fyrirtæki og já, fyrirtæki og stofnanir, jafnvel hjá Reykjavíkurborg og ríkinu, sem að ræður inn einstaklinga með skerðingar. Þú veist, það er rosalega lítið hlutastörf á Íslandi, það er bara svoleiðis. Og fólk með skerðingar á rosalega lítill tækifæri. Af því að þessir einstaklingar, þó að þeir hafi skort á kannski einhverju einu, þá geta þeir gefið svo margt annað í staðinn. Allir geta eitthvað. Hver og einn einasti einstaklingur hefur eitthvað að gefa af sér á eitthvað nátt. Þeir þurfa að fá tækifæri. Við getum ekki bara að loka fólk út í horni og gleyma því. Verðum að viðurkenna og taka það með að allir fá að vera með í þessu þjóðfélagi. Og jafn astalegt og það er að segja það núna 2020, það er ekkert svo langt síðan að einstaklingar sem dóttir mín voru hreinlega annarkvort bornir út eða bundnir við staur út í garði. Það er innan við 100 ár síðan. Jafn astalega og það hljómar. Það er margt sem hefur gerst, en það er margt sem er ógert. Horfðu bara Arnar Holt, sem er að koma í ljós núna. Hvað með alla hina? Sem er ekki komið upp á yfirborðið. Mér finnst heldur ekki sanngjarnt að horfa eingöngu á þessar stofnanir eins og Arnar Holt og þessar stofnanir sem börn voru send á. Á þessum tíma voru sveitarfélögin, þar með Reykjavíkurborg, líka að senda börn í vist inn á einkaheimili. Þar sem það var verulega illa með þau. Og ég þekki bara sjálf til eins svona máls. Og svo manneskja hefur í rauninni ekki fengið neina viðurkenningu á þessu máli. Hvað þá að henni hafi verið boðnar bætur. Mér finnst þetta sárt að horfa upp á það að það er verið að gera upp á milli einstaklinga þegar verið að gera upp svona gömul mál. Við getum ekki eingöngu hort á það og það sé bara tilviljanakennt skilurðu hvert einstaklingur var sendur og að því eitthvað heiti stofnun. Að þá fá hann skilning og afsökunarbeiðni og fjárbætur. En af því þú varst vistaður á einkaheimili þar sem það farið jafn illa með þig eða jafnvel verð, að þá fáir ekki neitt. Einstaklingurinn upplifir þetta ekkert eitthvað öðruvísi þó að þú veist það er stofnun eða ekki. Nei. Og það voru sömu aðilar sem staðsettu, eða sem voru að senda þig, þannig að af hverju gertu upp á milli bara eftir hvoru megin og lendir. Það var að skoða það. Að vísu er það náttúrulega þannig að á þessum tíma voru þetta mögulega viðurkenndar aðferðir og á þeim, þú veist, bara þó að maður viti betur í dag. Að við náttúrulega erum alltaf að læra meira svo lengi læri sem lifir, sem betur fer. Og sumar aðferðir sem voru notaðar, jafnvel bara þegar mín var lítil, eru í dag náttúrulega bara engan veginn boðnar fólki. Þú myndir ekki koma svona fram með hundinn þinn. Bara, þú veist, og hún er bara 23 ára. Þannig að hvað þá á þessum tíma? Og eins og ég nefndi með að vera bundin við staur út í garði. Fyrir hvað, 15-20 ára síðan að þá voru fallar einstaklingar teknir úr sambandi, vinstri hægri. Í dag er þetta breytt. Það er svo margt í þessu sem að hefur lagast, en ekki allt. Og það er enn þann daginn í dag rosalega mikið hort á fallaða einstaklinga hornauga. Og bara þeir eigi reynilega ekki tilveru rétt. En sem betur fer að þá er þetta í rétt átt. Já. Og við mögum ekki bara horfa á það sem að miðildir hefur líka verið þakklátt og stolt af því sem hefur áunnist. Margt breyst og eitt af því stóra sem mér finnst æðislegt, það eru sumra sem enduðu vinnustöðum, eins og Ás vinnustofa. Það er búið að stækka þar alveg svakalega tækifærin sem að þau fá þarna. Og mér finnst vantaði mitt rosalega mikið að þau fá fleiri verkefni við hæfi. Þau eru að gera ótrúlegustu hluti, setja saman skartgripi og núna er dóttir mín til þess að búið til jólaskraut. Hún er að saga út jólatré og mála og svo eru þau að fara að selja og þau taka við kertavaxi og búa til ný kerti og selja. Þau eru með ótrúlegustu hluti sem að þau eru að gera og hanna og það er bara hugmyndaflug starfsmanna og fólksins í kring sem að bara
fleytir þeim ótrúlega langt. Þau eru búið til henglaði fyrir dúkkur og lítil börn og bara, þú veist, þegar maður kemur þarna og maður er að horfa á hvað er til, þú veist, þetta er alveg með ólíkindum. Þau eru að gera svona bolla, voru að gera bolla úr keramik, þar sem að hver og einn bolli var einstakur af því það var handarfar eða puttafar eða alls konar svona, þú veist. Og svo eru þau að vinna verkefni fyrir fyrirtæki og stofnanir og þau eru að stinga bréfum í umslög og þau eru að setja saman endurskinsmerki og ótrúlegustu hluti sem þau eru að gera. Hann vantar alltaf verkefni. Þetta er bara, þetta gefur þeim svo mikið. Mín alveg, hún blómstrar svo þarna og búin að opna svo þarna, henni líður svo vel þarna. Og svona tækifæri bara, þetta er svo skemmtilegt og þetta er svo flott og vel gert. Þannig að það er alveg hellingur sem að er verið að gera vel og sumir eru alveg langt á undan sinni samtíð í þessu sem að mér finnst bara æðislegt. Við viljum meira af slíku. Já, meira af slíku. Ég held að við endum þetta hér. Ég þakka ykkur kærlega fyrir, Ásta og Helga. Þetta var Hin Reykjavík í dag og við höldum áfram að tala þessi mál því að samtalið það sem þarf og bara tala, annars veit fólk ekki þetta. Dropinn holar stein. Ég er alveg samfélag. Takk hérlega fyrir.